Komið sæl. Það lagð hér stödd suðvestri í hafi og hún veldur því að það eindregin eða jafnvel bara hvöss austlæg átt á landinu hjá okkur næsta sólarhringinn eða jafnvel enn lengur en það. Og lægðin hún svo sem fer ekkert langt, hún verður nú að hringsóla hér suður af, skríður smám saman til suðausturs og ef eitthvað þá mun hún dýpka og viðhalda þessari hvössu austanátt hjá okkur. Eðlilega þá fylgja þessari lægð skil sem að koma nú svona inn af hvað mestum þungað á seinnipartinn á morgun eða annað kvöld og hún ber nú með sér svona heldur hlýrra loft. Við sjáum það kemur þessi gula sleikja inn yfir landið á morgun. En lægðin miðan síðan seinna meir leita til austurs og það opnar svona á norðlægari átt þegar líður á vikuna. En kíkjum það á landsfjórðunguna og við sjáum að það strekkingsvindur í þessu hérna hjá okkur á suðvesturhorninu á morgun og getur verið svona kviðótt staðbundið á svona hefðbundnum slóðum sem við þekkjum, Kjalarnes og Hafnarfjall, en þó verður nú ástandið hvað sýnum vest hér undir Eyjafjöllum þar sem að við erum að horfa upp á að vindur upp á fjöllum verði eða yfir 30 metrar á sekúnd og það getur nú hæglega slegið niður á láglendi þar, ekki síst á vegina og því gulu viðvörun úti sem þá miðuð að þessu svæði fyrst og fremst. Verður nú svona skýjað að mestu leyti í þessum landsfjórðungi á morgun og einhverja úrkomu getur gætt hérna allra syðst en annars verður væntanlega þurrt að mest og hitinn svona í kringum 10 stigin víðast hvar. Getur jafnvel gert einhverja glennu þegar komið hér upp í Borgarfjörð og á Snæfellsnes. En ef við förum síðan norðar þá sjáum við að það strekkingsvindur þar einnig á ferð en nánast úrkomulaust í þeim landsfjórðungi. Skýjasamt sem að vera mestu þar og þegar við förum síðan austar þá sjáum við að það svona komið meiri úrkomu í þessu þá sérstaklega hér á Austfjörðum en það geta komið bakkar lengra inn á landið og jafnvel svo að þegar komið til fjalla þá fer þetta nú yfir í slítu eða snjókomu. En strekkingsvindur þar einnig og svo úti gul viðvörun fyrir Suðausturlands sem að miðar svona fyrst og fremst á svæðinu í nærri Öræfum þar sem að hvöss austanátt getur staðið af fjöllum og aldrei svona hættu sérstaklega þá fyrir vegfarendur og léttu ökutæki. En hvað varar úrkomuna þá getur ringt talsvert í þessu í fjallendinu og svo að sjá að muni bæta tölsvert í úrkomuna þá annað kvöld. En lítum þá á þróunum næstu daga, þetta nú svona áfram strekkingsvindur í þessu hjá okkur þá á miðvikudaginn og hvasst hérna allra syðst á landinu en úrkomu lítið svona víðast hvar á landinu og getur jafnvel gert bjartviðriskafla hér vestanlands en síðan hallar hann sem meira í norðri þegar við komum fram á fimmtudag það kólnar hjá okkur og úrkoma fyrst og fremst bundin hér við Austfirði og austanvert landið svona úrkomu eru hvoru fyrir norðan en bjart veður hér vestan til á landinu ætla ég að segja og síðan mun nú svona þessi norðanátt ganga niður þegar komið fram á föstudaginn og útlit þegar helgin verði nú svona þokkalega allavega framan af þó kalt verði nú hjá okkur. En lítum þá örsnögt yfir til Evrópu og það nú búist við rigningu í Stokkhólmi og Oslo á morgun en ágætis veður í Kaupmannahöfn en við sjáum að það svona töluverður haustbragur á hitatölum í Skandinavíu og þá einnig svona við kannski norðanverða álfuna en fínasta veður í austurhlutanum hiti og yfir 20 stig, rignir töluvert í Alpalöndunum það nú ekki við Íberíuskagann þar sem að sólskin verður í ríkum mæli. Og ef við förum vestur hafa þá búist við úrhelli hér víða í suðurríkjum Bandaríkjanna og það sem að hlýtt og hafrænt loft leitar til norðurs, mæti þar mun kaldara lofti en það átaka lítið veður og öðru leyti hæð yfir austurríkjum Bandaríkjanna og fínasta veður svona heilt á litið. En það sem sé töluverður vindur í kortunum fyrir næstu daga. Austlægar áttir en síðan róast þetta nú allt saman þegar líður á vikuna. Verið sæl.